Já, og nú ætla ég að halda áfram með framhaldssöguna áætlun öldunga Síón eða áætlun lærðra öldunga Síón. Og ég ætla að taka saman kafla 2 og kafla 3. Kafli 2 heitir Economic Wars, efnahagsstyrjaldir, stríð. Og þriðji kaflinn heitir aðferðir við yfirráð eða conquest, að yfirvinna, aðferðir við að yfirvinna þjóðir og fólk og fleira slíkt. Og hérna, ég vil nú biðjast afsökunar, ég er eins og hún amma mín, blessunin, þegar hún var farin að eldast þá sagði hún, já, heyrðu Gunnar, Jón, nei, Pétur, nei, Axel minn. Hún ruglaðist svolítið á nöfnum. Ég er sennilega að komast á þennan aldur. Ég ruglaði saman Thomas Jefferson, George Washington, átti náttúrulega við Mr. Rothschild sjálfan sem að ræður öllu. En hérna fjármálastríð, við sjáum að á Íslandi áður en að allt hrundi, þá var ákveðin styrjöld í gangi milli íbúðalánasjóðs og bankana og það virtist vera að menn voru að berjast að sitja allt á hausinn, hver var í fyrstur að sitja allt, klessukeyra allt í köku. Og þetta er engin tilviljun, þetta er hluti af áætluninni. Og þessir agentar, þeir kalla það agentur, sem er notað í þessum fræðum hérna, agentur, og það eru sem sagt umboðsmenn eða agentar þessara afla, þessara elítu afla. Og til dæmis elítumafían á Íslandi, stjórnvöld og þessir seðlabankastjórar og þetta lið sem er uppblásið af valdi yfir Íslendingum, þetta eru bara litlir kallar sem að þessi elítumafía mun bara losa sig við eftir hentuleikum. Og þetta fólk er ekki í öfundsverðri stöðu. Þetta fólk er í raun og milli steins og sleggju af því að þjóðin hatar þetta fólk og meistarinn þeirra ber enga virðingu fyrir þeim heldur. Þannig að þetta fólk er í sjálfum sér ekkert í neitt öfundsverðri stöðu. En þetta agentur er svolítið athyglisvert af því að fyrr, og það kemur svolítið fram í þessum köflum sem ég fer að lesa núna, að á fyrri tíðum þá sástu valdið miklu meira. Það var kóngurinn og drottningin sem réðu öllu eða aristókratirnir voru miklu meira sýnilegir. Núna er aristókratið komið inn í bjúrókratið sem þeir kalla agentur. Og þetta er engin tilviljun að þetta gerist svona. Þetta er hannað. Og hérna talaður undir kafla 2 í fjármálastríði, þá talaður að þeir fjármagna báðar hliðar af styrjöldinni. Og þetta hefur verið alveg, Rothschild hefur fjármagnað báðar hliðar af öllum stríðum frá Napoleon stríðinu. Og þeir eru, þessi elítumafía er að fjármagna báðum megin í öllum stríðum og athugið það hvað sjónarhorn mann breytist gagnvart styrjöldum þegar maður áttar sig á því. Til dæmis fyrri heimsstyrjöldin, þeir fjármagnuðu báðar hliðar, þeir fjármagnuðu Þýskaland og Bretland. Í seinni heimsstyrjöldin, þessi aðilar fjármagnuðu báðar hliðar, þeir fjármagnuðu Hitler og þeir fjármagnuðu hina aðilina, Rússland, Bretland, Bandaríkin og nefndu það. Og þeir reyndar tala ekki mikið þessi kafli fjármálastríð er svolítið undarlegur, erfitt að, hann er fyrsta lagi mjög stuttur, en það koma örfáir punktar fram í honum sem að er þetta að þeir fjármagna báðar hliðar og þeir segja leyfið þeim að skemmta sér tíð áður en að klukkan slær
og þá þeir að tala þetta lúxusfylleri á elitinni og jafnvel á sauðkindunum líka og þá væntanlega fyrir Ísland þá sló klukkan 2008. Þeir tala að vitsmunir Goim eða sauðkindarinnar að þeir pumpa sig upp af þekkingu en hafa enga heilbrigða skynsemi til að tengja þekkingu sína og þarna kemur mikið inn á krítik mína á háskólasamfélaginu og við komum strax mjög fljótlega í það hvernig skólakerfið alveg frá 6-7 ára bekk og upp í doktorsnámið hluti af þessu prógrami og það kemur fram í þessu riti kemur fram hvernig menntun beitt raun það þjálfun og þeir tala hérna að þeir séu mjög þakklætir fyrir darwinisma, marxisma og nýtsisma og hérna Darwin hann var hluti af þessu dæmi hvort sem hann var bara á launum hjá þeim til að skrifa þessar bullkenningar sínar eða hvort að eins og við vitum að Karl Marx það söguleg staðurinn að hann var á beinum launum hjá Rothschild fjölskyldunni. Karl Marx var fjármagnaður af Rothschild og Hitler var fjármagnaður af Rothschild og allir þessir hugsuður 20. kynslóðunar voru fjármagnaðir af þessum aðilum og hérna já, svo talaður pressuna eða fjölmiðlana að þeir eru bara uppfyllir að endalausu nöldri og vitleysu og svo talaður að hver einn sem að deyr hjá eldumafínu þá meta þeir það sem 1000 Goim eins og við sáum í 9/11 þegar að 3000 dóu í Ameríku þá drápu þeir 3 milljónir í Írak þannig að það 3 milljónir það ekki cirka hlutvallið 1/1000 en þá eins og ég segi Protocol 2 mjög stuttur þannig að ég fer núna aðeins í Protocol 3. Protocol 3 heitir aðferð til yfirráða eða Method of Conquest. Og það merkilegt að þeir tala hérna Evrópu. Þeir tala að þegar að hringurinn lokast þá munu öll ríki Evrópu vera læst inni í þessu valdi og svo talaður að þeir vilja að sko sauðkindunar þær vilja allar vera refir eða sem sagt eins og ég sagði í síðasta vídeói að þeir hafa rannsakað eðli og hvatir mannsins og niðurstaðan svo að flestar manneskjur eru tilbúnar að fórna jafnvel þjóðsinni fyrir persónulega nauð og við sjáum að Rothschild prentar alla peninga heimsins þannig að auðurinn bara klósipapír, þetta bara blekking það ekkert verið að afhenda fólki nein auðafi Ísland á í raun voða lítið af auðafum, þannig hver eru gullbyrðir Íslendinga, þær eru nánast engar þannig að Ísland bara fullt af klósipapír og við eigum náttúruauðlindirnar sennilega en það virðist vera að þær séu fullkomlega yfirteknar og framseldar til þessara afla og hérna síðan fara þeir að tala fátækt sem vopn og bara atburðir á Íslandi undanfarið endurspegla þetta hvernig fátækt notuð sem vopn gegn almenningi Íslendingar man eftir því að las Íslandsklukkuna
í skólanum mínum þá var reyndar ástand á Íslandi miklu betra. Ísland var í svona svolítið blóma eins og við segja hérna í protokoll 2, leyfið þeim að njóta í smá tíma áður en klukkan slær. Og ég man að sögusvið Íslandsklukkuna var mjög óraunverulegt fyrir manni. Og þessi dómur yfir Jóni Hreggviðssyni þar sem hann dæmdur í svakalega refsingu fyrir að stela snærisspotta. Og við sjáum í dag tilhneigingar á Íslandi með það sama sem þessi brot gegn valdstjórninni. Íslandi í raun einræðisríki stýrt af eigentur. Það er ekki ennþá svona sýnilegur einræðisherra, það er ekki komin Júlíus Caesar eða neitt slíkt yfir landið, en það bjúrókratið sem eigenturinn, sem núna að koma fram og opinbera sig sem valdstjórnin. Við sjáum bara í litlum málum þar sem að verður að níðast á konum á Laugaveginum. Lögreglan að níðast á konum á Laugaveginum og ef hún sýnir eitthvað viðbrögð þá hún dæmd í fangelsi fyrir brot gegn valdstjórninni. Þannig að við erum að keyra á fullu inn í þetta ástand og þeir eru að og það þetta að nota fátækt sem vopn. Sko í gegnum menntakerfið og í gegnum sem prógram, menntakerfið prógram af þessum aðilum, að þá fólk, það svo ringlað og ruglað og það veitir raun ekkert í sinn haus en bara að upplifa sig fátækar og fátækari. Við sjáum að það verið að strípa eignir af fjölskyldum, fólk getur ekki lifað að laununum sínum. Það statt í einhverju kerfi þar sem það bara tapar í raun frelsi sínu. Og hérna talaði poverty sem vopn, fátækt sem vopn. Og þeir tala að þetta mannréttindi megi bara vera til sem hugmynd en megi alls ekki framkvæmast í raunveruleikanum. Og þetta sjáum við í umræðinu undanfarið þar sem við á Íslandi við að upplifa það að stjórnarskrá landsins, eignarréttur stjórnarskrárinnar gildir ekki fyrir almenning í landinu. Þannig að það það sem ástæðan fyrir ég að lesa yfir þetta rit kafla fyrir kafla að allt þetta sem hérna í ritinu endurspeglast í dag í raunveruleika á Íslandi. Og ef að fólk heldur að það sé eitthvað tilviljun, það þá alveg svakaleg tilviljun. Ég var til að rannsaka það hvernig slík og hverju kalla ég á starffræðingana, hvað starffræðilega líkur á svona rit endurspeglist í þjóðfélagi, nánast 100%. Og hérna talaður að þeir styðja kommunisma og að því kommunismin var náttúrulega hannaður af Rothschild fjölskyldunni. Þeir studdu Karl Marx og Lenin og þessa kalla til að skrifa svona pælingar liberalisma, frelsi, jafnrétti og bræðralag og allt það dæmi. Og hérna talaður að hérna kemur það bara fram í ritinu að aristókratið, kóngaveldin, þar sem þú sérð einn ráðanda, breytist yfir í miskunnarlausa peningasvindlara, money grinders. Það svona vestu peningakalla sem þú getur hugsað þér. Og það held ég að sé nákvæmlega ástand á Íslandi. Við erum föst í höndum víxlarana. Við vitnum í bókina góðu.
Og svo eru þeir að tala sósíalist, anarkist og kommunist og og í dag við munum eftir því að þetta var svolítið mikið kommunismi, fasismi í síðustu lótu, þá var því stillt saman, hægri vinstri var stillt saman og núna eru nýjar samstillingar í gangi. Samstillingarnar sem í dag eru náttúruvendarismi og nýtingarismi, eða fólk sem vill bara að við borðum ekki neitt, við lifum bara ekki einu svona loftinu, þeir vilja ekki að við notum súrefni og þeir sem vilja nýta náttúruna. Þeim sem ég vil að fólk geti rækta sér sauðkindur og kýr, beljur og geti veitt hval og nýtt sér þetta sjálft. Það þurfi ekki að fara í gegnum verslunina sem að bætir öllum eiturefnunum við. Þannig að það er alltaf verið að blekkja okkur. Það er stanslaust verið að blekkja fólk. Og hérna talaður skólakerfið og þeir segja að það er mjög mikilvægt að ríkisskólanir kenni einfaldan sannleika sem grunn af allri þekkingu. Þessi þekking mun síðan strúktúrera líf manneskjunnar og félagslega veru og það eru þessar stéttir, það eru tannlæknar, það eru verkfræðingar, arkitektar, það eru svona miklir sérfræðingar sem vita svakalega mikið kannski á sínu sviði en hafa, þú getur verið frábær verkfræðingur án þess að hafa snefil af heilbrigðri skynsemi eða visku og þetta er skipulagt, þetta er ekkert bara eitthvað sem gerist, þetta er skipulagt með ákveðnum tilgangi og og þeir tala að þegar fólk er búið að ganga í gegnum þetta kerfi og þeir vilja ekki að fólk sé öðruvísi, allir þurfa að falla inn í eitthvað munstur og það má ekki vera náttúrulega jafnvægi á hlutunum og eftir þennan þekkingar heila þóttar skóla segja þær þá mun fólk sjálfviljugt gangast undir vald og við sjáum í dag að fólk svona ég tók lán fyrir húsinu mínu, það hefur margfaldast jafnvel á stjarnfræðilegan hátt og nú ætlar að rífa af okkur heimilið og allir lögfræðingarnir við vitum hvaðan þeir koma, þeir segja að þetta sé rétt, ok, þá ætla ég bara að sætta mig við þetta. Fyrir mér er þetta sönnun þess að þorri Íslendinga er fullkomlega heilaþveginn og í raun í mjög slæmu andlegu ástandi. Og ef við höldum áfram, þá talaður að mafían, elitumafían, þessi hópur, þeir séu alveg öruggir. Þeir segja það bara við vitum nákvæmlega hvenær klukkan slær, við vitum hvernig múgurinn mun rísa upp og við vitum hvernig þeir hegða sér og þessum eru þeir til dæmis að strá inn öllum þessum hatri gegn múslim og að flytja mikið af múslimum til okkar hér á Vesturlöndum. Það er einfaldlega til þess að við berjumst hvort við annað. Þessna hef ég alltaf frá upphafi hafnað þessum múslima heilaþvotti. Ég undirstrika það aftur að ég líta múslima sem bræðu mína í mannkynni. Ég mun ekki berjast við þá eða taka þátt í hatursáróður gegn þeim og óska bara eftir því að fá viðræður við múslima. Kannski við getum gert viðtalsþátt milli mín sem kristins og ég óska hér með eftir múslima til þess að ræða frá þeirra hlið í bræðralagi.
ekki það, hérna þeir að tala með bræðralags frasi fundin upp af elitumafíunni. Ég ekki að tala með það í því samengi. Það svo mikilvægt að við öll sem fólk, almenningur, góim, við erum öll þessar sauðkindur, það svo mikilvægt að við sauðkindina talið saman. Já, ég man eftir því sveitinni gamla daga, þá voru við með smalahund. Hann var svolítið gamall, þannig við þurftum að fá nýjan smalahund. En þessi gamli, hann hafði alveg völd yfir rollunum. Við gátum nota hann mjög vel í að ef það hlupu út undan sér, þá gátum við sent hundin til þess að koma þeim aftur í línu. En síðan kom annar hundur og hann, þessi ungi, hann var ekki alveg eins öflugur, ekki eins mikil reynsla og það kom fyrir nokkru sinnum að rollunar, sérstaklega hrútanir, tók sig saman og yfirbuguðu hundin. Þannig að hann var eiginlega gjörsamlega gagnslaus. Og þannig að það er mjög mikilvægt að við rollunar tölum saman af því að all þetta valdabrölt snýst það að við slátrum hvort öðrum. Og þeir tala það við vitum nákvæmlega hvenær klukkan slær, við erum með okkar eignir allar mjög vel varðar og við sjáum að allar þessar elítur eru með ekki neðanjarða byrgi, heldur neðanjarða borgir sem eru búin að búa til fyrir peninga skattgreiðenda. Eins og þessi vísinda turbína þarna í Sviss, það sem þeir eru að rannsaka Higgs-eindina. Trúið því að þetta sé til þess að rannsaka Higgs-eindina. Þetta cover-up fyrir neðanjarðabyrgi eða neðanjarðaborg og það svo augljóst að það hálfa væri nú. Já, og þeir að tala þessa freedoms fighters, þetta orðið frelsi, freedom, það fær fólk til þess að gera ótrúlegasta hluti og það breytir líðnum eða mobs, það breytir líðnum í blóð þyrsta skepnu og þá ítrekka ég aftur og þess vegna eru þeir að spila saman múslimum og kristnum og síum og síkum og katholikum og mótmælendum eða hvað þessir hópar heita og þetta gert kerfisbundið í gegnum fjölmiðla til dæmis og og svo talaður að þessi skepna, this beast, hún fellur í dvala þegar að hún hefur fengið nóg af blóði og þá segja þeir, þá getum við komið aftur og sett fólk í hlekki. Þannig að það svakalega mikilvægt að við föllum ekki í þessar gildrur sem hafa verið notaðar aftur og aftur gegn mannkyni og að við höfum visku til þess að sjá í gegnum heilaþvottinn, að sjá í gegnum plottið að því að við höfum allt vald. Við höfum í raun allt valdið, fólkið. Reyndar mun núna þessi eldimafía komið með svo svakalegt vopnabúr og komið með svo mikla þekkingu á eins og sýklalyfjum og eiturvopnum og öllu þessu og það kemur fram einmitt líka, bitum við, ég ætla ekki að gleyma þeim punkti. Já, þeir eru að tala það rosalega merkilega punktur í þessu samhengi. Þeir segja aristokratarnir og þá eru þeir að tala eins og í dag forsætisráðherrann okkar eða ráðherrarnir okkar og forsetinn og þessir. Þeir eru að segja við viljum að vinnumennir, þessar rollunar, við viljum að þeir séu fái nóg mat, séu heilbrigðir og sterkir. Þannig að svo segja þeir við viljum akkurat þver öfugt. Við viljum á endanum drepa nánast allar manneskjur á jörðinni. Okkar afl byggir á stöðugu fæðuskorti og líkamlegum veikindum. Physical weakness, að fólk sé líkamlega veikt.
og þá komum við inn á þá komum við inn á þessa eiturefna árás í gegnum fæðukeðjuna. Sko, vísindamenn eru góðir í að taka niður númer, en eins og ég segi, þeir hafa enga heilbrigða skynsemi. Þannig að sko krabbamein hefur aukist bara 30.000% eða 5.000%, það bara í alveg fáralegu magni hvað krabbamein hefur aukist. Til dæmis þegar ég var krakki þá vissi ég ekki neitt með krabbamein. Og núna bara, fólk getur bara, já, það hérna nágranninn minn hérna, börnin eru með krabbamein, hérna þessi með krabbamein. Allur saumaklúburinn, helmingurinn á saumaklúbnum búin að missa brjóstin út af krabbameini eða eitthvað slíkt. Og það engin að velta fyrir sér hvaðan kemur þetta krabbamein, akkur svona mikið krabbamein allt í hennu, og það hefur engin geta lagt saman 2 og 2 sem að sko það eina sem hefur breyst maturinn okkar og allar þessar bylgjur, símabylgjur, wifi-bylgjur og allt þetta radíósignal. Sko til dæmis símabylgjur eru bara eins og microwave. Sko við vitum það sem þú setur að maður getur ekki þurrka ketti í örbylgjófni, það vita það allir held ég. Og flestir vita af hverju. En af hverju þá í lagi fyrir fólk að búa í örbylgjófni? Og og það svo merkilegt að margir sem hafa séð mig tala þessa eiturefna árás og eiturinn í matnum og öllu þessu, að þeir telja þetta svolítið hysteríu, en þetta kemur bara fram í hernaðaráætlunum hjá þessu liði að halda mannkyni veiku. Og við sjáum að það fullt af svona sjóðum og átökum og allir að gefa peninga í krabbameins leit eða krabbameins meðferðir, en það engin að velta fyrir sér lækningu á krabbameini eða fyrirbyggja krabbamein, og ekki nema þá bara í einhverju blekkingaskyni. Og þarna komum við líka inn á heilbrigðiskerfið, að heilbrigðiskerfið eitt stórt svindl. Þá ég ekkert að segja allir sem vinn í heilbrigðiskerfinu séu vont fólk, eins og ég kemur alltaf í lok á vídeónum mínum, þá snýst þetta ekki fólk, þetta snýst miklu starri öfl en það. Og sko, og bólusetningar eru til dæmis mjög hættulegar. Það var heimildamynd sem ég sá í Svíþjóð, þar sem var farið yfir líf ungra stúlku sem fekk bóluefni í kringum 12 ára aldurinn eða hvað var. Þið getur nú vantilega fundið þessa heimildamynd. Og hún, eftir að hafa fengið bóluefni, þá dettur hún bara niður og sofnar. Hún með drómasýki held ég að heitið eitthvað slíkt. Og þetta beintengt til bóluefnisins, það viðurkennt. Það engin ágreiningur það. Og sænska ríkið bauð fjölskyldu þessara stúlku, hún getur ekki unnið, hún búin að reyna að pröfa að vinna, hún getur ekki unnið fyrir síða tíð, þú getur ekki haft manneski vinnu sem bara dettur niður og sofnar fram á borðið og hefur enga stjórnaði hvernig hún dettur í svefn. Og sænska ríkið bauð foreldrar jafnverði 120.000 króna ef að þau myndu skrifa undir, sem bætur, fullnaða bætur fyrir þetta, ef þau myndu skrifa undir samningum að leita engra frekari bóta fyrir stúlkuna svo langt sem hún eftir ólifað. Þannig sjáum ósvífni stjórnvalda í þessu. Og við sjáum að, og þarna kom fram í myndinni að það eru 700 þekkt tilfelli í Evrópu skaðsemi þessa bóluefnis, og meirist að þegar því var dreift í Svíþjóð, þá var vitað, það voru byrjuð að koma fram upplýsingar þetta bóluefni var hættulegt, og þeir sem ákveða að senda þetta bóluefni út viðurkenndu að þeir vissu að þetta var vafasamt bóluefni. Þannig að, og ekki það ég segja öll bóluefni séu slæm, mörg bóluefni eflaust mjög þörf, en við þurfum að athuga það, þeir sem eiga matvælafyrirtækin sem gera okkur veik
þeir sem eiga lyfjafyrirtækin og sérstaklega við horfum á lyfjafyrirtækin og spurjum okkur bara hvað það sem að lyfjafyrirtæki græðir mestan pening á. Það krónískir sjúkdómar. Ef þú fótbrotnar þá það bara þeir selja ríkinu gifs til þess að plástra á fótinn á þér og svo bara læknastu. Það ekkert kannski þarf einhverjar verkjatöflur og eitthvað slíkt, en þetta tekur mjög stuttan tíma og það ekki mjög mikill gróði í einu fótbroti. Hins vegar ef þú kemur inn á króniska sjúkdóma þá ertu með fólk bara á spenanum, þú farið pening frá ríkinu, minnst frá fólkinu sjálfu, þú farið mestan pening bara beint frá ríkinu fyrir króniska sjúkdóminn í ár, í mörg ár, í 20 ára ertu bara með sjálfvirka greiðslur frá ríkinu og það barnaskapur að trúa því að það séu engir að svona stórir viðskiptahagsmunir hafi engin áhrif á heilbrigðiskerfið. Það bara nævismi að trúa því. En þá lík ég kafla 2 og 3 efnahagsstríðið og aðferðir við yfirráð og þakka ykkur bara fyrir í dag og bið ykkur endilega að styrkja mig. Það alltaf mjög vel þegið og og vona að það sé bara stutt í næsta þátt í þessari seríu. Takk.